Komið sæl og velkomin í 21. Hér seinni hluta þáttar þá setjast þær í stofuna hjá mér. Það eru Brynhildur Guðjónsdóttir leikstjóri og Unnur Ösp Stefánsdóttir. Unnur Ösp leikur eitt aðalhlutverkanna í Vanja frænda sem að Brynhildur leikstýrir og núna á stóra sviði Borgarleikhússins og alveg frábær sýning, svo ég segi það nú bara hreint út. En við ætlum að byrja á þessu, það eru snjóflóðin og snjóflóðahætta. Í dag eru akkurat 25 ár liðin frá hinu mannskæða snjóflóði á Súðavík og það var síðan haustið sem að snjóflóðið féll á Flateyri. Þetta rifjar þjóðin upp núna og íbúar þessara þorpa minnast þeirra, sérstaklega sem að fórust og þá raun sem að íbúarnir gengu í gegnum og þeirra nánustu. Þó að þetta séu viðburðir sem að gleymast ekki þeir núna ofarlega í hugum allra. En 3 stór snjóflóð féllu í byrjun vikunar, 2 á Flateyri og 1 í Súgandafirði á móts við Suðureyri. Og hann Hjálmar Björgvinsson, deildarstjóri hjá Almannavörnum ríkisins, sestur hér svona undanfarnir sólarhringar. Hversu svona viðamikið hefur björgunarstarfið þurft að vera? Já, þetta búið að vera mjög yfirgripsmikið verkefni sem að byrjaði þarna kvöldi rétt fyrir miðnætti á þriðjudaginn. Þar sem kom tilkynning að fallið hafði snjóflóð á Flateyri og í beinu framhaldi eins og nefnir réttilega í Súgandafirði líka. Það sem að gerist það að það sem sagt farið að afla upplýsinga en strax í upphafi var ljóst að þetta væri töluvert, ég nota þá töluvert. Og þá fer kerfið virkjað. Þegar að kerfið sé virkjað, að þá það Samhæfingarstöð Almannavarna í Skógarhlíð. Og síðan það aðgerðarstjórnin sem í þessu tilfelli var staðsett á Ísafirði. Og síðan fellur þetta niður og síðan vettvangsstjórn sem þá staðsett í þessu tilfelli á Flateyri eða inn á fjörðunum. Þetta gert eins hratt og örugglega eins og hægt og fá mannskap í hús og þá fer boltinn að rúlla. Það að segja hvernig með bjargir, margir slasaðir, það verið að kortleggja hlutina. Og eins og við komum fram í fréttum í þessu tilfelli var ljóst að það fallið þessi 2 flóð þarna á Flateyri og fór í seginu í sig hvora áttina. Og það var ljóst strax upp að það fallið á 1 hús, eins og komið fram líka. Þarna Bæjargilsmegin. Já. Og þá var farið í það að sinna björgum. Og björgastúlkunni sem betur fyrir komst. Fór í flóðið. Já, og síðan þurfti náttúrulega að fara yfir raun og veru svæðið, þar að segja bæði svæðin, þar að segja Flateyri og þarna yfir á Súgandafirði. Og það var ljóst strax að mikið hefði gerst í höfninni. Já. Og Bátaflotinn er farinn. Hann bara farinn, já. Mér skilst að 6 af 7 hafi sem maður segir, bara farið. Sáum fréttamyndirnar af þessu að þeir voru bara þarna í klessu þarna í krapinu. Akkurat. Já. En síðan var farið hvernig hægt að koma björgum á staðinn þar sé til Flateyrar og eins til Súgandafjarðar og við vorum með, þegar ég segi við, að þá það viðbragðsaðilarnir að Þór var skip Landhelgisgæslunnar, var statt á Ísafirði og það var strax sett bara ræst og farið yfir með það bjargir sem hægt var að gera. En átti það eitthvað í erfiðleikum með að komast að? Nei, sko, það var náttúrulega veður. Flóðið fellur náttúrulega þarna. Já, akkurat, en þeir gátu ekki lagst að bryggju á Flateyri og þá voru léttabátar notaðir til þess að þegar varðskipið var komið yfir, að þá þurfti að notast við léttabátar til þess að taka land á Flateyri. Og síðan fór varðskipið aftur til Ísafjarðar og svo aftur til Flateyrar með bjargið, þannig að það var svona að ferðast þarna á milli. Já, og svo eru björgunarsveitirnar að sjálfsögðu? Já, mikil ósköp og síðan það heimamenn, það eru björgunarsveitirnar og ekki má gleyma náttúrulega sjálfsögðu heilbrigðisgeiranum á svæðinu og þetta nærviðbragð og svo kollega mínir þarna fyrir vestan lögreglumennirnir og fleiri sem eru náttúrulega næst þessu verkefni. Já. En þetta náttúrulega fólk sem býr þarna saman og björgunarsveitarmennirnir eru frá staðnum. Er ekki ótti manna mest að þarna sé manns nánustu slasaðir eða? Jú, mikil ósköp. Maður getur allir sett í spor þessa fólk sem þarna fyrir vestan eða næst þessum atburðum. Já. Og það þekkjast allir þarna. Já, akkurat. Þetta snertir náttúrulega samfélagið og þess vegna þurfum við í baklandinu að horfa til þess og það eitt af því sem við gerum það að horfa svona fram á veginn
bæði með það að sjá mannaþörfina, bæði vantar meiri mannskap og eins það að þessi útskipti þar að segja að það komi mannskapur til aðstoðar og til þess að þá vera til hals og traust á staðnum líka. Það er svona ferli sem fer í gang. En þetta er mjög margt fólk sem þarf að koma þarna að og þið eru þarna í Skógarhlíðinni. Í miðstöðu, samhæfingarmiðstöðinni. Þið eruð náttúrulega bara svona, baklandið, þannig þið fáið beiðnirnar til ykkar og þið þurfið að leysa úr þeim. Já, það sagt okkur vantar 2 lækna, þá verður þið að útvega. Já, þá verðum við útvega það, varðandi þessa viðbragðsaðila, svo ég tæki nú bara auka dæmi sem gerist nú ekki í þessu tilfelli. Það er kannski beðið ég segi X marga lögreglumenn sem dæmi, að þá er það, þeir eru búin að óska eftir því og við staðfestum það og síðan er það okkar, þar að segja í samhæfingarmiðstöðinni upp í Skógarhlíð, að finna út úr í hvar við getum fundið á. Og síðan er það hvernig, við erum búin að finna þá og þá kemur B, hvernig komum við inn vestur. Og þá erum við í miklu góðu sambandi við Landhelgisgæsluna og Vegagerðina og fleiri til þess að koma björgum á staðinn. Þannig þið þurfum að sjá til þess að þetta verði allt til staðar, en síðan þar náttúrulega, því að ég heyrði nú í þér með eldsnemma í morgun og þá varstu þú ekki farin að sofa, Nei. Vaka menn bara í meira en sólarhring? Já, og er það æskilegt? Ég ætla nú ekki að gera hægla mér neitt sérstaklega, Þetta er æskilega svona þannig að auðvitað þurfum við hér í bænum að hugsa til hvernig við vinnum. Þar að segja við setjum upp ákveðið kerfi, þar að segja vaktkerfi, við erum alla sólarhringinn. Ég var ekkert alla sólarhringinn. Það hittist bara þannig á í gærkvöld að ég tók nóttina. Við vonum að þú sofið, já. Já, enginn hægt öðru. Og annar kollegi minn, hann tók daginn, þannig að við skiptum þessu svona upp. Og síðan bara, þetta er bara það sem við gerum, þetta er okkar starf og við bara tökumst á við það sem áfram. En svo þarf að skipta út fólkinu náttúrulega sem að þið sendið vestur. Og það þarf náttúrulega að vera mannaskipti þar, þannig er það ekki ennþá allt á fullu núna? Jú, það er og þetta gerum allt í samráði við aðgerðastjórnina á Ísafirði, þar að segja hver er þörfin, vantar eitthvað mannskap, hvernig er það og þeir eru þá með samskonar fyrirkomulag, þar að segja útskipta mannskap og allt það og ef þeir óska eftir frekari mönnum, ef þeir óska eftir mönnum í stjórnstöðuna hjá sér þá verðum við því en það fer bara eftir óskum heimamann og þetta er rætt og við þvingum ekkert upp á neitt, skilur við, en ef þeir óska eftir og við erum að ræða saman hvernig best er að takast á við þetta. Hefur þetta gengið vel núna síðan að flóðin féllu? Hefur eitthvað komið upp á? Nei, í sjálfu sér ekki. Verkefni sem slíkt eða eftirmálar, afgreiðsluverkefni, hvernig sem ég orða það, að það hefur gengið bara ótrúlega vel og við erum með þannig kerfi hjá okkur og það má líka kannski þakka æfingum líka og líka hvað okkar samfélag er lítið, þannig að við gjörþekkjum hvor aðra og maður getur bara tekið úr símann og hringt í maður veit alveg nákvæmlega hver er hinum inn á línunni, þannig að það hjálpar allt, en þetta hefur gengið alveg frábærlega og það kom fram einhvers staðar núna í fjölmiðlum, það leggjast allir á eitt. Allt samfélagi leggst á eitt. Já, og við stöndum mjög vel saman í þessu sem betur fyrr og sjálfsögðu getur maður sagt. En að lokum Hjálmar, búist þið við fleiri flóða? Í hvaða viðbragðsstöðu eru þið varðandi það? Við náttúrulega í miklu sambandi og samráði við Veðurstofu Íslands og þar eru okkar fræðingar og þeir eru, ég veit það, þeir eru að horfa eftir þessu all land. Og þeir koma með ábendingar og þeir koma með líkur og þar fram til götunum ef fræðingarnir segja að það eru meiri líkur en meiri, ekki bara á þessu svæði, heldur bara, ég er að tala um landið í heild sinni. Já, meiri en minni, já. Já, meiri en minni segja. Að þá náttúrulega bregðumst við því og erum þá í sambandi við heimamenn, þar er þessi viðbragðsaðila heima upp að gera ákveðið viðbragð. Þannig þið eru í sérstakri viðbragðsstöðu? Núna þegar samkvæmt veðurspá í það þá skiptið, þetta er búið að vera núna síðan eiginlega í byrjun desember, búið að vera vetur hjá okkur og mjög harður vetur hvað þetta varðar. Þannig að við erum alltaf á tánum og erum í miklu samvinnu og samstarfi við viðbragðsaðila landið, hverju líkurnar og það fram til götunum. Örstutt, er eitthvað rætt um það að það hefði verið hægt að sjá þetta fyrir? Vistu það, ég held... Þetta hefur farið yfir varnargarðana eins og það gerir? Ég held að enginn það vitur að hægt að segja þetta allt heldur. Það var gert ákveðin hlutur þarna
sem að var gert samkvæmt bestu vitund. Snjóflóðagarðarnir. Já, og með þess að meira. En það pólitískari umræða sem við tökum seinna, þá gott að fá þig Hjálmar Björgvinsson, deildarstjóri hjá Almannavörnum ríkisins og við ætlum að fara í leikhúsið rétt á eftir, farið ekki langt. Getum við bætt hljóðvistina hjá þér? Í Parka eigum við hljóðlausnir fyrir heimili, fyrirtæki, stofnanir og veitingastaði. Komdu og lofaðu okkur að hjálpa þér við lausnina. Parki, Dalvegi. Í Skútuvogi færðu allt til að breyta, bæta og fegra heimilið. Í timbursölu og fagmannaverslun Kjalarvogi færðu timbrið og ráðgjöf sérfræðinga. Kláraðu verkið í Vogunum, Húsasmíðan Skútuvogi og Kjalarvogi. Vantar fyrirtæki þitt tímabundna fjármögnun, þá A-Factoring málið. A-Factoring, Sundagörðum 2. Bíllinn þinn á bara skilið það besta. Auktu verðgildans og sendan til Jobba. Bón og þvottur hjá Jobba, Skeifan 17. Ákall til borgarbúa. Við þurfum ykkar hjálp. Stöðvum flóttann. Við viljum vera áfram í miðborginni og bjóða ykkur upp á fjölbreytta verslun og þjónustu. Aðgerðahópurinn Björgum miðbænum. Hámenningarferð til Sankti Pétursborgar 10. til 16. mars. Ógleymanleg upplifun í stórborgnustu borg Evrópu. Nánari upplýsingar á hótelbókanir.is og í síma 783 9300. Hótelbókanir.is. Úr eldhúsinu okkar, veganistur. Allir þínir uppáhaldsréttir töfraðir fram í vegan útfærslu. Fæst í öllum betri bókasölum, Björt bókaútgáfa. Sjálfstraust, sjálfsagi, sjálfsvörn. Búum til sterkari börn. Muto Gym, sterkaribörn.is. Bílaleigubílarnir okkar eru komnir í sölu. Komdu á Súperdaga Sixt, Krókhálsi 9. Skoðaðu úrvalið á sixtbílasala.is. Og við höldum áfram hér í 21 og enn og aftur erum við í leikhúsinu en það er stutt síðan að Vanja frændi var frumsýndur á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu. Þetta er náttúrulega eitt af stóru meistaraverkum Tjekhovs. Skulum sjá stutt brot úr sýningunni en þær eru að setjast hjá mér Brynhildur Guðjónsdóttir sem að leikstir í verkinu og Unnur Ösp Stefánsdóttir sem að leikur eitt aðal hlutverkana leikuna. En við skulum sjá brot frá Vanja frænda. Já, brot úr frábæri sýningu. Vanja frænda á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu. Það er Valur Freyr Einarsson sem leikur Vanja frænda og svo eru þarna fleiri leikarar sem eiga góðan leik. En það eru sestar hjá mér Brynhildur Guðjónsdóttir sem leikstýrir verkinu og Unnur Ösp Stefánsdóttir leikona sem leikur eitt aðal hlutverkana og við erum eitt svona lítinn gest hérna með okkur. Já, Lotta er hérna. Lotta er líka með, já. Er aðeins að jafna sig. Hún er að jafna sig eftir fótbrot. Já, getur ekki verið ein heima. Nei, akkurat. Það er búið að koma því á framfæri. En til hamingju með góða sýningu. Takk. Ég fór í gær og skemmti mér konunglega og öll lengjan mín. Þar sem ég satt. Stórkostlegt. Já, og þarna eiga flestir nú bara góðan leik. Hilmir Snær í miklu stuði. Já. Það var eitthvað bara sérstakt í gangi þarna. Þetta er náttúrulega hlutverk sem hentar honum einstaklega vel og það var bara svo gaman hjá okkur. Hann leikur læknin þarna, drykkfellda læknin, sem er mikið á setrinu. En förum stuttlega yfir söguna. Það er náttúrulega aldraður prófessor sem með stórt ego, sem kemur á sveitasetur látinnar eiginkonu sinnar með seinni konu sinni sem er þessi unga og ómótstæðilega Jelena sem að þú leikur. Og hvað gerir svo?
Já, hvað gerir svo? Þau setja bara alltaf á annan endan, Já. þessi hjón, þessi ágættu hjón. Dóttir prófessorsins af fyrra hjónabandi, Sonja, sér þarna umsýslu ásamt frænda sínum sem að þess vegna er kallaður Vanja frændi sem að, og það er hún Katrín Halldóra Sigurðardóttir sem að leikur Sonju og Valur Freyr eins og þú sagði leikur Vanja og þau sjá þetta óðal og senda peningana til prófessorsins en nú er þetta bara orðið aðeins minna og það dugir ekki til að halda upp í lifistandard prófessorsins og Jelenu í borginni. Þannig að hann er mættur og hann hyggur þarna á stórar breytingar og allt í einu áttar Vanja frændi, 47 ára gamall, sig á því að hann er bara búinn að helga líf sitt tilgangslausu striti fyrir einstakling sem að er ekkert að hugsa hann og Valur sjálfur lýsti því alveg opaslega vel varðandi þessa miðaldra krísu. Það er eins og þessi búið teima hann upp á eitthvað fjall og hann vill ekki vera þar. Og hann eigir hitt fjallið þangað sem hann ætlaði í fjarska. Hugsa með sér, akkur er ég hér? Já, ætlaði ekki á þetta fjall. Já, hvað gerðist og hvers vegna er ég hér og ég á enga konu, já ekki börn, já ekki ást. Hann er búinn að þræla sér út alla ævi til þess að halda þessu sveitasetri gangandi og öllu þarum og að senda þessum prófessor pening. Já, til þess aðalega að senda þessa peninga. En líka bara þegar sveitasetrið var keypt, þá afsalaði hann sér arfi sínum til systur sinnar sem er núna látin. Þannig að hann út af bara ást til systur sinnar og virðingu fyrir systur dóttur sinni, þá gerir hann þetta og fattar síðan heyrðu nú bara búið að taka þetta af mér. Og þegar prófessorinn Jelena koma, þá leggst allt á hliðina, þá er hádegismatur borðaður klukkan 7 á kvöldin. Það er allt komið í rugl. Það er allt komið í rugl og það er bara, og svo er það sem er dálítið slæmt, er að Vanja, hann ber svo sterkar tilfinningar til Jelenu. Hann elskar þessa konu og þessi unga fallega kona sem að færi ekki einu svona að vera hún sjálf, hún heitlast af þessum lærða prófessor, giftist honum. Hundleiðilegur? Já, hann er kannski ekki svona mesti sprellarinn í sveitinni. Nei. En sko, Jóhann Sigurðarson leikur hann sko og er náttúrulega mjög kómískur. Já. En típan náttúrulega sem hann er að leika er náttúrulega bara þessi sjálfselski egóisti. Þetta er týran og ég meina hann stjórnar þarna þetta skotið þannig afl. Það hefur ofurefli að etja. Og konan hans, hún færi ekki einu svona að vera svo sem hún er. Hún er menntuð í píanóleik í tónlistarakademíu og hún fær ekki að spila á píanó. Nei, hann vill ekki heyra píanóleik. Nei, helst ekki. Nei, akkurat. Hann vill hafa þetta á sínu forsendum. Jelena, hún kemur og gerir náttúrulega usla, ekki bara hjá Vanja frænda, heldur líka hjá lækninum og sem Hilmisnar leikur. Hvernig kona er Jelena? Já, þetta var nefnilega alveg ótrúlega snúið að finna svona rétta leið með hana af því að kannski líka í ljósi þess að þetta er 120 ára gamalt, þá er hún er mjög kyngerð í orðræðunni. Það er mikið talað hvernig hún lítur út og hvað hún sé falleg og heillandi og gáfuð og það allt saman. En maður hugsa svona, þú veist, hvaða leið fer maður? Þetta er bara venjuleg, frústreruð, pínlítið óhamingjusöm manneskja sem að tekur þarna ranga ákvörðun að giftast vel upp fyrir sig og finnur alls ekki hamingjuna með þessum manni og er eiginlega bara svona að leita sér að einhverju leið út úr þessu. Einhvern hlutverki, einhvern tilgang. Já, ég meina hún er tónlistarmaður og fær ekki útrúst til að spila, hún er kynvera en fær ekkert út úr því að vera með þessum manni en samt er hún svona heiðvirð og almennileg manneskja og vill ekki bregðast og vill eins og hún segir við alla þessa karlmenn sem eru slefandi eftir henni, þú veist, ég vil bara þið beri virðingu fyrir mér. Þannig að það var svolítið svona erfið leið, þú veist, við fórum alveg, leituðum mjög lengi að nákvæmlega leiðinni og Brynhildur var alveg ótrúlega bæði innblásandi og bara, og hugurökk með mér í því að við fórum bara í allar áttir eins og við konur, við erum ekki bara svona og Tjekhov er svo stórkostlegur höfundur að þegar ég hætti að hugsa þetta svona alveg lógískt og fór að sleppa mér bara inn í hverja senu fyrir sig, þá fór þetta svolítið að gerast það sjálf sér. Að því við eigum okkur öll alveg ótal hliðar og hann gerir það náttúrulega alveg brilliantly að maður þolir hann ekki, hún er bæði eitthvað staðar, er hún svona sérhlífin löt, yfirstétta pía, og svona smá dekoras, en svo er hún líka mjög samúðarfull og maður líka finnur til með henni og þetta er bara í senunum og þegar maður bara leyfir sér að fara inn í
alla þessar hliðar á henni. Já, þá fór þetta svolítið að smella. Já, hún hefur þrár, samt og svona aðeins of löt, kannski. Já. Til þess að leggja svona góði vön, sko. Já. Það þekkir svolítið svona þessi típu. Og akkur ætti hún allt í einu að byrja á því að gera eitthvað, að þjóna og uppfræða og kenna, þú veist, það er alltaf verið að bjóða henni, þér leiðist og þú finnur þér ekkert að gera. Það hér er nóg af verkefnum. Maður verður líka að skilja það úr hvaða jarðvegi hún sprettur og svo framvegis, en hérna það er bara svo mikil gjöf fyrir leikstjóra að vera með leikara sem eru til í að henda sér á djúpið og finna og prófa það sem að liggur ekki ljóst fyrir. Þetta eru flóknustu hlutverkin, hvern hlutverkin 2, Jelena og Sonja, af því að þetta er svo órætt. Og þarna fyrir 120 árum, þá eru menn líka, og þar á undan, þá eru menn að skrifa konur og ég held að þeir hafi raunverulega ekki skilið hvað það er að vera stúlka og hvað það er að vera ung kona. Að þetta er hugmynd karlmanns þessar konur. Það er líka áhugaverð stúdía. En þú segir að Tjekhov hafi skrifað þetta svo vel samt. Sko, hann hafði eitthvað innsæi, náttúrulega. Já, alveg klárlega. En ég bara meina að þegar karlmenn á þessum tíma hafa þeir vita raunverulega hvað það er að vera ung stúlka. Þú veist, þeim er gert upp að það alla langar til að láta elska sig, en þarna er sko, þær eru rosa flóknir karakterar. Sonja ákallar Guð og ákallar fóstru sína og er yfirleitt leikin allt öðruvísi en við gerum í okkar sýningu. En leitin og ferðalagi sem Unnur fór í var alveg rosalega gefandi og skilað okkur nútíma viðhorfunum í texta þessara konu. Textin, endilega minnast á hann, þetta er ekkert slæmu texti, sko. Þetta er ný þýðing sem að Gunnar Þorri Pétursson á heiðurinn af og það er svona fullt af svona skemmtilegum orðum. Hann er svo léttur og skemmtilegur, hann er sko einhvern veginn nútímalegur en ekki tilgeralegur. Þetta er svona tilfinningin sem maður fær. Þannig að ég verð að segja að það sé alveg einstaklega vel hefnað. Mjög vel hefnað. Hann er að þýða beint úr frummálinu. Beint úr frummálinu? Hann þýðir nefnilega beint úr rússnesku. Og það er líka rosalega gjöf og gaman fyrir okkur að ríða á vaðið bara með nýja kynslóð leikrita þýðenda beint úr rússneskunni. Af því að það er orðið ansi langt síðan þessi texti var þýddur á íslensku og það er ekki alveg sami hluturinn að vera að dubla við til að mynda gamlar enskar þýðingar. Það er alltaf einhver svona girðing á milli. Það er smá filter. Beint á punktinn, sko. Þetta er flott. Það var mjög gaman að vinna með þennan texta. Sko rauði þráðurinn í Vanja frænda er, sko, hvað maður að segja, svona lífið er táradalur eða tilvistarkreppa mannsins, svolítið. Tilvistarkreppa mannsins, væntingarnar sem að rætast ekki, draumarnir sem að rætast ekki, eða þá finnast maður hafa klárað lífið á einhvern rangan hátt. Ákveðin sjálfsvorkun, svona sjálfsvorkunar strengur í öllum persónunum. Líka þeim sem eru stjörnurnar í hópnum, einhvern veginn. Þær eru líka alveg bara á vælubínum. Það er það sem er svo dásamlegt, það er þessi tragikómik í persónunum. Og við skulum ekki vanmeta þegar við leikhópurinn lásum þetta saman í fyrsta skipti saman, þá bæði grétum við og hlóum. Og það er nútíminn í þessu og það er relevansinn í verkinu að þetta eru svo mikið við líka, sko. Við finnum okkur eitthvað smá í þeim öllum. Og ég held að það er svo mikið konfekt fyrir leikara að fá að leika í svoleiðis leikrit. Þetta er svona, af hverju er líf mitt svona misheppnað? Hver hefur ekki einhvern tímann hugsað það? Hver hefur ekki einhvern tímann hugsað það, en svo er þetta líka eins og þegar Sonja segir ég er ekki falleg, ég veit að ég er ekki falleg, vegna þess að ég heyrði konurnar tala mig. Og hver hefur ekki upplifað það líka? Það er eitthvað sagt þig, þú heyrir ekki alltaf fallega og góða sem þig er sagt, þú heyrir bara það slæma. Og það bara endurómar í höfðun á fólki, þannig að þetta er líka svona bara það sem þig er sagt, það er eitthvað bara svona stigma á manneskjunni. Og alltaf verið að tala um Jelena sem falleg, en hún upplifir sig kannski alls ekki þannig. Reynir að leika sig upp í eitthvað sem henni líður alls ekki þannig. Hún er ekkert að gera í því, sko, hún er bara falleg og þú veist, og það er einhver svona staðreynd. Hún vil láta bera virðingu fyrir sig. Þú vilt alltaf sem þú ert ekki að fá. Já. Það er eins og Sonja segir, sko,
ef einhver segja við hann út með svo fallið tár. Já. Svo ég veit þegar það er sagt svoleiðis við konu, þá er það því hún er ekki falleg. Á sama skapi segir síðan tekur alltaf það neikvæð. Og svo þegar astrólæknir er spurður, ertu hrifin af henni? Já, ertu hrifin af henni? Hann segir, já, ég ber virðingu fyrir henni. Já. Þannig að hún fær virðinguna sem að Jelena þráir og Jelena fær athyglinna en þráir virðinguna. Það fær enginn það sem Glasið er alltaf hálftómt. Þannig að allar tilfinningar eru í kross en mér finnst það er svona það sem að ég er stoltust af og við okkar sýningu er þetta að mér finnst ég vera að heyra nútíman í þessari gömlu sögu í gegnum allar persónurnar og við erum með dálítið aðra tegund af Vanja, aðra tegund af Jelenu og aðra tegund af Sonju sem að við lyftum dálítið. Mér fannst sko svo ótrúlega spennandi fyrir okkur sem leikara að Brynhildur talaði okkur í þeim og þau í okkur og það þarf svolítið hugrekki til að fara þangað. Að vera ekki bara í einhverju vopnahléi að leika einhverja hugmynd fólk úr fortíðinni af því að það er miklu auðveldara sko. Við hefum alveg getað gert það. En að við reynum að fara svolítið á djúpið og vera svolítið svona markalaus í nálgun okkar hvar liggjum við og hvar eru þau. Og það er það sem við erum að reyna að setja í samband við áhorfendur. Það er nefnilega kannski það sem sko, er gott fyrir okkur sem erum í áhorfendasalnum að sko, við fáum eitthvað rými til þess að hugsa hvað er að gerast. Það er ekki verið að tróða því á mig og eins og sko læknirinn, Hilmisnar leikur, að hann er mikill umhverfisverndarsinni en þú tekur ekki alveg klisjurnar. Sko, þú hefur getað gengið og svona langt með að koma með einhvern umhverfisboðskap. Algjörlega. En þú fer mjög fínt í það. Mig langaði fyrst og fremst til þess að heyra leikritið í gegnum sýninguna. Og ég veit það hefði alveg verið hægt að vera með einhverja miklu sterkari sögn og reyna að eima eitthvað allt annað, þú veist, bara umhverfisboðskapinn, bara miðaldra krísuna. Sýna einhverja skógarelda. Það er að gera þetta allt saman. Við getum alveg sýnt, hann segir hérna meira í lokin mikið ofboðslega hlýtur að vera heitt í Afríku þessar mundir. Við prófuðum að segja mikið ofboðslega hlýtur að vera heitt í Ástralíu þessar mundir. En það er bara svona, hvað er þetta? Við hefðum getað verið með myndir af einhverjum kóalabjörnum sem við verðum að bjarga. Við hefðum getað farið alls konar leiðir. Við hefðum getað talað kulnun í starfi og kvíða og þunglindi. En er það ekki meira spennandi fyrir áhorfendan að heyra bara, vá, þetta var skrifað þá, það er engu bætt við. Það finnst mér alveg magnað því að menn hafa spurt, hverju bættir þú við? Ekki nokkrum hlut, engu. Við stungum bara í samband. Já, einmitt. Þannig að Akkurat. Gaman að þessu, en Brynhildur, þú náttúrulega leikstýrðir Ríkharði III sem hefur verið mjög farsæl sýning í Borgarleikhúsinu. Það eru miklar væntingar eftir sýningu eins og hana. Þetta er agalegt. Jú, ég er alveg með krossin á bakinu, þú veist, og Jú, ég auðvitað, ég meina ég átta mig alveg á því að það síðasta sem ég gerði var ekki ljóðalestur í stofunni heima hjá mér og það er dálítið önnur mælistika á mig og núna en ég bara ber það og tekar fulla ábyrgð á öllu sem ég gerði og er bara ákaflega ánægð með sýningun okkar. Já, það er bara vinnusemi, er það ekki? Jú, látum verkin tala. Í verkinu. Látum verkin tala, höldum áfram bara. Já, Elsku Lotta. Það var frábært að fá ykkur hingað Brynhildur Guðjónsdóttir og Unnur Ösp Stefánsdóttir og það er Brynhildur sem leikstýrir Vanja frænda í Borgarleikhúsinu og Unnur Ösp leikur eitt aðalhlutverkanna. En við þökkum fyrir okkur að þessa sinni og verið sæl.